komið sæl. Það var sólríkt svona víðast hvar á vestanverðu landinu í dag og þá sérstaklega hér náttúrulega við Faxaflóa, Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Þar skein sól glatt í heiði allan daginn en gerði það einnig á köflum á til dæmis Norðurlandi vestra og Suðurlandi. Og við sjáum þetta hér hvernig þetta var klukkan 14 í dag og það var öllu meira skýjað á austurhelmingi landsins og jafnvel sums staðar með norðurströndinni og það sem svona fangar augun hér er hámarksiti dagsins og lágmarksiti og það vildi svo til að bæði þessi hitastig mældist á sömu veðurstöðinni. Það er á Þingvöllum þar sem að hámarksiti dagsins var upp á tæp 16 stig en síðastlega nótt mældist þar tæplega 4 stiga frost. Þannig að það er ekki algengt að þetta sé á sömu veðurstöðinni sem við fáum þessi útgildi bæði. En það verður nú öllum líkindum þyngra yfir hjá okkur á morgun. Við sjáum hér á yfirlitskortinu að við vorum með lægð hér langt austur á landi, lág lægðadrag hér hingað til okkar og það gerði það meðal annars að verkum að bæði hér á Reykjanesfjallgarðinum og sums staðar á Suðurlandi og Suðausturlandi að þar mynduðu skúrir þegar líða tók á daginn. En við sjáum að til morguns að þá mun þessi lægð nú koma nær og við fáum svona þegar líður á morgundaginn meira afgerandi úrkomumerki yfir landinu þá sérstaklega sunnan og vestan til en það getur gert úrkomu í rauninni í öllum landshlutum á morgun. Og sjáum hér að það var svona gul slíkja yfir landinu ef eitthvað heldur kaldara hjá okkur á morgun eða svalar öllu heldur fá þó hér yfir daginn svona hlýtt merki yfir norðausturhorni landsins og svona hvað var það skýjahölu og úrkomu þá ætlum við að keyra hér þessa hreyfimynd, við sjáum þessa úrkomufláka hér, skúrabakka hér yfir sunnanverðu landinu seinnipartinn í dag og það var nú einnig sums staðar til fjalla þá á norðanverðu landinu en við sjáum að þegar líður svona á nóttuna á morgundaginn þá verður nú þyngra yfir á landinu og svona úrkomubakkar að koma hér þá inn úr suðri og jafnvel þannig að það gerir úrkomu allan tíma landið norðanvert en mest verður þetta þó sunnan og vestan til á landinu. Í fyrramáli þá klukkan 8 verður nú orðið meira og minna skýjað á landinu, það er svona helst að sjá að geti gert einhverjar sólarglennur á norðausturhorninu en ekki mikil úrkomu í þessu þó á þessari stundu, svona rigning á stöku stað getum við sagt og vindur svona farin að vera áberandi af suðaustri eða austri. Og svo mun þetta hafræna loftrinu streyma norður yfir landið. Við sjáum hér klukkan 15 úrkomumerki í nánast flestum ef ekki öllum landshlutum. Þótt að vindur sé nú svona yfirleitt hægur hjá okkur og það er síðan ekki mikið sem breytist í rauninni frá fram til kvölds og við sjáum hér stöðuna þá annað kvöld klukkan 10 að þá helst úrkoma hér á sunnan og vestanverðu og mest á suður og suðausturlandi en orðið til þess að gera þurrt á norður og jafnvel austurlandi líka. Í framhaldinu síðan að þá verður nú rólegra veður hjá okkur svona víðast hvar á miðvikudaginn, skúraleiðingar hér sunnanvert landið en skýjað að mestu landið norðanvert og rigning þar á köflum og það er nú svona ákveðin norðaustanátti úti fyrir Vestfjörðum annars verður vindur hægur og það síðan þessi norðaustanátt sem við svona smá saman ná tökum hér á landinu erum hér með stöðuna þá á fimmtudaginn uppstillingardag og þá sjáum við að það verður skýjað norðan og austanlands og lítilsháttar úrkoma þar allan á köflum má búast við skúraleiðingum hér bæði á suðaustur og suðurlandi það þetta lægðadrag sem liggur hér yfir sunnanverðu landinu sem mun orsaka það en sennilega verður þurrt að mestu hér allra vestast á landinu það að segja frá Faxaflóa og norður á sunnanverða Vestfirði þannig að verður nú svona fínasta veður þar og bjart veður síðan víðast hvar sunnan og vestan til á landinu á föstudag en áfram má reikna með einhverju úrkomu á Norðurlandi og jafnvel sums staðar austanlands líka. Þannig að það er nú svona tiltölulega rólegt veður en við fáum úrkomu svona allavega á köflum næstu daga. Segjum þetta gott að veri sæl.